Já, velkomin á Frelsi TV. Ég ætlaði nú að fara að sofa en það er allt að verða vitlaust þarna í París og greinilega ýmislegt í gangi í kringum það. En þetta lítur svolítið út eins og furðu atburður. Ég er svona búinn að vera að fylgjast með, hlusta á Sky News og þessar blessuðu fjölmiðlur sem að hella sér yfir þetta. Og svo er ég búinn að það eru fleiri sem eru live núna í samsæringageiranum og að sjálfsögðu sitt sýnist hverjum. En við byrjum bara aðeins að skoða myndir af atburðunum. Ég veit ekki hvort að fleiri hundruð manns hafa verið drepnir. Það getur vel verið. En þá er náttúrulega spurningin hver er að drepa og svo er Q í Bono. Hver græðir á þessum ósköpum? Hver hefur hagsmuni af þessum ósköpum? En hér eru myndir af atburðunum og við erum með eiginlega öll einkenni Þetta er eiginlega með öll einkenni falsfána nánast strax. Og við sjáum þessa mynd hérna, það er birt svolítið mikið af myndum hérna frá þessu horni hérna. Hérna eiga að vera lík undir þessum lökum en það er ekki einn einasti blóðdropi sem maður sér, sem að ætti að vera eðlilegur fylgi. Hvernig er hljóðið? Er lagið með hljóðið? Sem ætti náttúrulega að vera eðlilegur fylgifiskur svona atburða. Og það er rosalega mikið verið að hlaupa út allar trissur og það er óhemju mikið vesen í gangi, ég átta mig á því. Það er ekkert lát á því, en hérna sjáum við að hérna á að vera látið fólk liggjandi. Og já, hljóðið er í lagi, gott. Og hérna menn bara í einhver svona skrifstofuvinnu og það er ekki. Ég tel þetta ekki sé. Þegar þessir atburðir gerast í Bagdad eða öðrum stöðum í heiminum þá er það miklu blóðugri atburðir. Þannig ég skil ekki af hverju þeir eru líta svona mikið öðruvísi út hérna á Vesturlöndum. En hérna sjáum við náttúrulega myndir af því sem að gerast í raun. Það er NATO og CO eru að ráðast inn í Evrópu. Og það er verða sett herlög í Evrópu mjög fljótlega. Og ástæðan fyrir því að vera að setja herlög er náttúrulega þessir NATO og fávitar eru búin að vera vaðandi allan heim. Fremjandi þjóðamorð og stríðsglæpi hægri vinstri og búin að vera í peningafölsunarkerfi dollarans og þetta lið, þetta NATO pakk er búið að haga sér eins og fávitar.
og, og núna bíða þeirra makleg málalok eða málagjöld. Þjóðirnar þeirra eru að uppgötva hóxið. Þessi sjálfbærniráðstefna eða náttúruverndaráðstefna eða hvað á að kalla þetta rugl, þetta er allt saman að hrynja í höndunum á þeim. Sko, það er að misheppnast þessi yfirtaka New World Order og þetta fólk er reyndar það sturlað, þeir ætla að reyna að gera þetta með valdi, þeir ætla að reyna að drepa alla þá sem er eitthvað á móti þeim og og það er það sem þeir eru að reyna að starta, sko. Sko, BRIC-þjóðirnar, þær eru hættar að taka við dollurum. Þær eru bara að segja nei, við ætlum ekki að taka þessa matador-peninga eitthvað lengur. Og þá verða þessir ráðamenn. Já, ég vissi Stebba, ég get ekkert svo sofnað, en ég get alveg bara rausað hér eða rantað. En þetta er alltaf hrynja, sko. Og þessar þjóðir eru hættar að taka við dollurum. Dollarinn. Og þannig að og þá lenda þessi stjórnmálamenn svolítið að milli steins og sleggju, sko. Og þeir eru búin að espa upp allan heiminn á móti sér. Það eru Rússar og Kínverjar og Brasilíumenn og hugsa ykkur Suður-Ameríku og þetta lið er bara nei takk, við viljum ekki með ykkur hafa meir, og Ísrael náttúrulega og allt þetta kabal sem ég er búin að útskýra fyrir ykkur áður. Já, góð athugasemd hjá Berta. Það er verið að setja, sko, það er verið að setja herinn á alert, það er verið að loka landamærum, það er verið að setja útgöngubann, það er verið að setja herlög í Evrópu, sko. NATO, já, einmitt. En ef ég held áfram að skoða myndir með ykkur, þá ætla ég að byrja við sýna ykkur logo NATO og co. Og hvernig maður les úr þessu logoi hjá þeim. Þess að núna er föstudagurinn 13. Það hefur ákveðna merkingu. Og þeir eru óbúslega hjátrúarfullaðir, þessir fávitar allir hérna. En sko NATO, OTAN, NATO er varnarbandalag, og ef þið takið þessa flögur hérna, eða takið þetta merki og klippið það út, þá getið þið búið til fullkoman píramída úr því, sko, sem er tengingin við Egyptaland. Hérna er NATO sem er varnarbandalag og OTAN er árásarbandalag. Það er það sem er að segja ykkur hérna. Þetta er árásarbandalag. Alltaf tvöföld merking í öllu sem að þessir sturlungar gera. Og þið sjáu að það er rosalega mikið verið að hlaupa og ljósabílar og kræsisaktorar og það er allt í gangi, sko. Og já, og svo var nú þetta þetta er allt saman komið í vitleysu í það. Þetta fólk ég hef varað við þessu náttúrulega, ég hef varað við að þetta fólk er stórhættulegt og þeir verða örvæntingafullari og ég hef sagt áður líka, það er bara spurning hvað margir drepast áður en að þeir verða að stöðva þessir sjúklingar. En þið sjáu líka bara á Facebookinni hjá okkur, það er strax komin rosalega mikið grafík, svona eins og var á Charlie Hebdo,
Það undirbúið áður, sko. Og og það verið að loka landamærum sem sagt. Og ef þið hlustið á ég kannski spila það eftir þegar við finnum það myndband, að mikið af þessum vídeóum sem verið að sýna okkur eru hljóðunin. Það hljóðvinnsla á bak við þau. Og förum að komast í juicy myndir. Já, sjáðu hérna. Þetta á að hafa gerst þarna inni, sjáðu. Ég horfði á þetta áðan. Þetta lítur ekki út eins og raunverulegur atburður. Og það náttúrulega bara mín skoðun, skilurðu. Ég hef engar sérstakar sannanir fyrir því. Stoltenberg byrjaði með alls konar yfirlýsingar, sko. Og já, góð pæling hjá þér, Ólafur. Hérna Ólafur með komment. Í dag föstudagurinn, 5. dagur vikunnar. Í dag föstudagur 13. 13. dagur 11 mánaða ársins. 13 + 11 + 5 + 2 + 1 + 5 33. Kannski verið að teygja sig heldur langt í númeralógíunni. En þetta fólk trúir á númeralógíu og ofboðslega hjátrúarfullt. Ég sá þennan atburð hérna á vídeói. Hver heldur svona á slösuðu fólki? Og af hverju þetta hérna? Hvað þetta hérna? Þetta sett yfir dautt fólk. Þetta þjónar einhvern tilgangi hér. Og ef að fólk alvarlega slasað þá situr það á sjúkrabörur. Þú heldur ekki á því svona eins og kartöflusekkjum, sko. Og það var allt fullt af sjúkrabílum þarna. Og þú veist, þegar maður búinn að fylgja, þú veist, hvað í gangi hérna? Hvað málið, þú veist? Hvar ekki sjúkrabílsfólk eða, þú veist, þetta bara einhverjir slökkviliðsmenn eða einhverjir hermenn eða hvað þetta? Hérna sjáið þið að það búið að breiða yfir lík en það ekkert blóð neins staðar. Og hérna lá fólk bara tímunum saman, sko. Og veist, alls konar traffík hérna og bara einn settist hérna bara með skrifstofuna sína og fór að vinna á skrifstofunni og veist. Sko, ég get náttúrulega bara tjáð mig það sem ég sé á þessum myndum af því ég var ekki á staðnum. Svo náttúrulega komið hérna bara eitthvað svona, veist, hvað þetta? Töskur hérna bara og allt í gangi, sko. En býtu, ef það eru svona læknalið og svona lið í gangi, af hverju þeir þá ekki hérna á hinni myndinni, skilurðu? Af hverju þeir ekki hérna? Hvaða lið þetta? Og af hverju þeir ekki hérna? Come on, sko. Þetta stemmir bara ekki, sko. Bókhaldið stemmir ekki frekar en fyrir daginn. Og náttúrulega hættulegasta fólkið þessir opinberu starfsmenn sem eru hlaupandi hérna upp með stórhættulegu vopnum, allar trissur og skjótandi á allt sem hreyfist, sko. Það eru þeir sem að drepa náttúrulega flesta ef að fólk hefur verið drepið. Við höfum ekkert nema orð stjórnvalda fyrir því.
Hérna sjáið þið. Engin skyrta fyrir blessaða manninn. Hvað er það? Og þeir eru að fara í strætó, sjáið þið, ekki sjúkrabíl. Þekkjum það. Hérna sjáið þið, hendi. Hvað er bara fólk labbandi hérna og talandi í síman og hvað er þess að gera hér? Þetta á væntanlega að vera eitthvað sem er dáinn hérna. Come on. Já, þetta er hendi hérna, sjáðu. Bara rosa mikið trafík hérna. Sjúkrabíll hér, sjáðu. Enginn hafi fyrir því að ferja þetta fólk um borð. Hérna er ykkur, sjáðu. Sjáðu, það er ekki einn einasti blóðblettur hérna. Þeim verður væntanlega bætt við í nótt, sko. Mikið að gera í Photoshopinu í nótt. We must stay united and stay calm. Hérna er þessi gaur aftur, sjáðu. Þessi kelling aftur og þessi aftur og þessi aftur. Og Obama náttúrulega, alveg mættur á svæðið. Það er ekki spurning með það náttúrulega. Og hermenn út um allt. Hérna er bomban, já. Sko, ég held að þið getið ekki heyrt hana. En það er engin reykur eða það er ekki nein vegsumerki eftir sprengjuna neins staðar. Það er bara einhver hljóðeffekt og allir hlaupa á miðjuna, sko. Og hérna, já. Hvað er að gerast hér? Ekkert blóð, sko. Og þá er ég bara að spá í hvernig hérna er bomban, sjáðu. Ég er ekki með hljóðið á. En hérna, það er svolítið hljóðeffektarlegt, þetta hljóð. Það er ekki eins og það sé tekið live. Hérna sjáðu þetta fólk situr hér. Hérna komin eitthvað skrifstofukall með svona borðið sitt hérna. Hérna er menn bara að spjalla. Hérna leikur eitthvað bara dáinn, tímanum saman. Sjáðu, hérna er komið eitthvað allt annað krú. Hérna er eitt krú, sjáðu. Svo komið annað krú. Og alltaf liggur alltaf liggur þetta fólk hérna undir lakinu. Og bara í símanum. Já, það er voða vesen í gangi núna. Já, er þetta ekki byrjun á World War 3? Ég held að þetta sé að renna á raskati hjá þessum gaurum. Og þeir munu núna reyna að loka internetinu. Af því að þeir hafa ekkert kontról á upplýsingastreyminu lengur. Sammála Davíð, það var engin sprengja í þessu vídeó, þetta er hljóðeffekt. Hljómar þannig, ég er náttúrulega audio-gaur, sko. Ég hef unnið í hljóð á mixerum og svona, þannig að ég veit aðeins hljóð. Og hérna, já, þá er þetta búið. Já, og íslenski hermaðurinn. Þetta að hann var í Bosníu og er NATO-hóra, þessi kall hérna.
Hann segir lengi lífi Schengen-samstarfið, ömurlegar staðreyndir, niðurfellingar landamæraeftirlits Evrópuríkja, eftirgjafar á öryggi almennra borgara, niðurskurður til löggæslumála, skertar forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu, já, og almennrar linkindar og umburðarleysi. Líf og frjálsræði. Þessi maður er á kafi því að búa til lögregluríki á Íslandi. Þannig að það eru allar NATO-hórurnar á fullu að nýta sér svona atburði náttúrulega. Þessar Tippalife sem er eitthvað svona söluráðstefnur sem þetta lið fer á. Það fer svona söluráðstefnur í NATO-sölunum. Og já. Já, fasisti er bara bull orð. Hann er fáviti, ekki fasisti, hann er fáviti. Já, en hvað segið þið? Haldið þið þetta sé falskur fáni eða? Eða er ég bara að steypa? Hvað haldið þið? Þetta er ennþá verið að styrma yfir þessu fólki. Þetta er annað skrifstofufólk, sjáðu. Alltaf liggur eitthvað hér. Það getur verið gínur líka. Ja, hvað er þetta að drekka? Ég er að æfa mig fyrir þættina mína Axel fullur. Og skal bara kynna ykkur fyrir því. Þetta er svona hóstasaft. Þetta er svona hóstasaft fyrir hálsinn. Og þetta er 2,8% pilsner. Og ég drekka nú ekki fyrir alkohólið, þá myndi ég kaupa 3,5% sem fæst hérna líka. Þetta er bara svo góður drykkur að drekka, sko. Þetta er svona korndrykkur með minnsta eiturefnum sem ég finn í búðinni hjá okkur. Og mjótir, kostar ekki mikla peninga. Þannig ég þarf nú eitthvað að endurskoða áfengisbyrðirnar ef ég ætla að fara að vera með þáttinn Axel fullur. Þetta mun ekki duga til þess að vera með skemmtilegan Axel fullur þátt. Já, við höfum, hérna erum við að spyrja hver drap á árásarmennina, voru engir árásarmenn eða hvað, þú veist. Ég veit það ekki. En ég veit bara að þetta lítur út eins og einn enn sviðsettur atburður. Og það er svolítið einn í gangi. Það er svo auðvelt að sjá, sko, ef maður fer bara inn á New Order mellánum, þá þeir koma alltaf svolítið upp sig, sko. Og þeir koma alltaf upp strákinn Tuma og svo ganga þeir alltaf allt og lág, ég meina
Er það bara ákveðið sé svona, setja bara herlög, amerísk flugfélög hætta að fljúga til Parísar og þú veist, Englendingar hættu daginn að fljúga yfir Sínaí-eyðimörkina og þetta er hérna kristall eins og Guðjón kallar þá, kristalllík eða kristalldeildin hjá NATO. Þetta eru sérsveitir NATO og leyniþjónusturnar eru náttúrulega með í þessu líka. Sem að eru og það er svona teymi sem er þjálfað í þessu, sem fer á milli staða. Svona leikhópur, ferðaleikhópur einhver. Og og þeir fara landi og setja upp svona leiksýningar. En já, ekkert. Nú voru ekki einhvers staðar 100 manns í gíslingu. Hvernig var það? Ég er ekki spurður Ólafur, finnst þér ekki vafasamt að fullera 5 tímum eftir þessar árar að það sé falskt flagg? Ég er ekki að fullera neitt. Ég bara tjá mig um það sem ég sé. Og ég bara tjá skoðanir mínar á því sem verið er að sýna mér. Og ég er sem sagt að horfa á í beinni bara alveg eins og þið. Þá eru þetta bara viðbrögð mín við því. Og til dæmis geri ég athugasemd við það að þarna liggur fólk tímunum saman undir einhverju laki og á að vera látið. Og maður sér ekki einn einasta blóðdropa. En þegar svona atburðir gerast í Bagdad eða Aleppo eða einhverjum öðrum stöðum í heiminum, þá er allt bara útatað í blóði, sko. Þannig að ég er í sjálfu sér ekkert að draga stærri ályktun en það. Að ég svona, já, þarna átti sem þessi atburður hafa gerst. Þarna á að vera liggjandi dáið fólk undir laki. Og þarna hafa átt sér stað sprengjur og skotárásir og fleiri hundruð manns dánir. Og það er ekki einn einasti blóðdropi. Það er í raun eina sem ég er að segja. En ég kemst ekki inn á YouTube. Já, þarna kemur það. Og við sjáum líka myndatökurnar. Við sem erum búin að vera að horfa á þetta lengi og pæla í því hvernig þessu Charlie Hebdo atburðinn og Sandy Hook og hvað þessir atburðir heita allir. Að við það kemst bara upp í ákveðin vana að taka eftir ákveðin smáatriðum sem að benda til ákveðinna hluta. Ávinningurinn af því að setja upp svona falskan fána er að glæpamennirnir sem eru búin að tæma alla ríkissjóði og setja allt á hausinn og eru að sprengja saklaust fólk upp út um allan heim. Frakkar eru til dæmis og Bandaríkjamenn og Bretar eru búin að vera að sprengja saklausa borgara upp í Sýrlandi og víða um heim. Og ávinningurinn af svona fánum eða svona fölskum fána er að þeir ná að herða allt öryggi á borgurunum sínum. Sko, þið áttið ykkur á því að í öllum löndum eru fleiri og fleiri að átta sig á því hver raunveruleikinn er. Og
það hefur engin heildarstjórn á öllum í öllum heiminum. Og það sem að þessi glæpamenn óttast mest er að þegar að glæpurinn kemur upp á yfirborðið, að þá eru alls konar aðrar, það er fullt af fólki í lögregluembættum og herembættum sem er þrátt fyrir allt og allt ennþá heiðarlegt fólk. Og þegar þeir missa stjórn á atburðarásinni, þá snúast spjótin gegn þeim sjálfum. Og þá fara þeir að horfast í augu við, eins og núna bara með Ísrael, nú eru þeir bara farnir allt í einu að horfast í augu við það að enda frammi fyrir stríðsglæpadómstól. Þeir enda að horfast allt í einu augu við það að heimurinn vill ekki eiga viðskipti við þá lengur. Þeir eru að lenda í því allt í einu að íþróttamenn, takið eftir hérna myndunum, ég ætla að vera með þetta live bara svona kanni. Sjáðu, það er verið að hlaupa út um allt, ofboðslega mikið svona hlauperi, ofboðslega mikið svona ís og þys. En grunngögnin eru ofboðslega veik. Það er í raun ekkert, þetta er ekki, það er ekkert að, það er engin ástæða til þess að vera með öll þessi læti, sko. Þetta er bara eitt risa sjó. Og ástæðan fyrir því að þeir eru með svona sjó er að þegar að elítur, eða svona glæpa elítur eins og við erum með núna í NATO, Sameinuðu þjóðunum og Evrópubandalaginu og í Washington DC og allir þessi glæpamenn, þegar tímið þeirra er kominn, þá, sko, það er alltaf sama rútínan, sko. Fyrst er gjaldmiðlastríð, svo hrynja allir markaðir og svo þegar þetta fólk er búið að setja allt í klessu, sko, það er búið að tæma alla lífeyrissjóði og það er allt komið í vitleysu bara. Og þá fara það bara með dæmið yfir í stríð. Af því að í stríðsástand, og það er það sem er að gera í Frakklandi núna, að glæpirnir þeirra eru að verða nokkuð augljósir, að þá sita þeir allt svona í vitleysu. Þá geta það sett herlög og þá það er enginn að rannsaka einhverja stjórnmálamenn þegar að herlög er í gangi. Það er enginn að rannsaka hvað varð lífeyrissjóðspeningana sem að þetta lið, eins og Íslandi, hvað varð alla lífeyrispeningana okkur og þessar milljarða sem búið að ræna frá Íslandi. Að þetta lið kann þetta, starta á einhverju stríði eða innanríks í eitthvað, loka landamærum, flugi og endalausar svona flugeldasýningar. Og það snýst bara að verja glæpa starfsemina þeirra. Og þeir þola orðið mjög illa þessar stanslausu afhjúpanir á internetinu. Að þið sjáu það að það er ekki liðnir 5 klukkutímar, þá eru sko tugir af rásum á internetinu eins og mín búin að greina þetta sem eitthvað svona spooky, sko. Og þarna er nú kallinn sem var í sleik við hann Netanyahu og allt það lið, sko. Sko þetta lið vill líka setja allt í bála, brand og klessu og köku til þess að koma inn þessari alheims stjórn með þessu New World Order dæmi. Nú veit ég ekkert hvað hann er að segja, kallinn. En þið sjáið, þetta er óbúslega mikil leiksýning, sjáðu. Það er raun engir öryggishagsmunir lengur í gangi.
Það er búið að drepa alla hryðjuverkamennina, þessa svokölluðu hryðjuverkamenn. En nú er ég bara að segja hvað þeir eru að segja, sko. Ekki að ég trúi eða veist, ég veit ekkert um það. Ég hef engar staðfestingar fyrir neinu. Ég sé bara mikið af fávitum hlaupandum allt, sko. Og blikkandi ljósum og með mikið læti. Og ég sé að það er verið að segja okkur frá. Þarna liggja lík. Og þarna dái fólk undir laki. En það fólk hefur ekkert blóð. Og þetta er hrunadansinn. Svona fer hann fram. Þetta fólk sem er í fréttunum núna að tala um hryðjuverkamenn og vonda fólki sem er að gera þetta. Það eru þeir sem er að sprengja 130 manna brúðkaupsveislu þegar kannski hugsanlega var einn af þeim hryðjuverkamaður sem var hann í brúðkaupinu. Þeir þá bara drepa þær alla í brúðkaupinu. Börn og gamalmenni og allir bara sprengtir í tætlur, sko. Og þegar þú horfir á þær myndir, þá sérðu mikið af blóði, sko. Þá sérðu svona miklu raunverulegri atburði. Og þessir vestrænu hryðjuverkamenn og stríðsglæpamenn, á meðan þeir geta hrópað úlfur út af einhverjum öðrum úlfum, að þá fer athyglin frá þeim. En áttið ykkur á því að Frakkar eru búin að vera að sprengja bara í Sýrlandi ólöglega í nokkur ár. Og Bretar eru búin að vera að sprengja í Sýrlandi ólöglega í nokkur ár. Og drepa fullt af saklausu fólki. Og svo náttúrulega við förum til Írak og Líbíu. Hvað þessi lönd heita sem þeir eru bara búin að vera að karpet sprengja, sko. Bara í öreindir. Að þetta lítur ekki út, það eru svo miklir svo er náttúrulega komið þessi loftslagsráðstefna, það veit allir að hún er handónýt, sko. Það eru bara, veist, þeir raunættu eins og Íslendingar, það eru fullt af fólki sem ætlar að fara á þessa loftslagsráðstefnu. Þeir raunættu Íslendingar bara að loka landinu þannig að þeir fá ekki að koma tilbaka. Það liðið sem er farið á þetta rugl, sko. Það er bara, þetta var bara one way ticket sem þeir keyptu. Íslendingar geta alveg sagt það, alveg eins og stjórnvöld sögðu við þá sem töldu sig vera að kaupa svona íbúðir. Þá munið að koma einn af þessum pólitíkus eða fábjónum og sagði bara, nei, þetta voru svona leigusamningar, þetta eru svona fínir leigusamningar, sko. Nú. Það var ekkert verið að segja satt, sko. Þannig að við getum alveg sagt bara þessi flugmiðar sem að þessir föðurlandssvikarar keyptu, það var bara one way ticket, sko. Það er ekkert verið að selja ykkur neitt miða heim, sko. 11 manneskjur að það hafi verið skotnandi bana á þessu restaurant sem að fólki lá þarna undir borði, munið þið. 3 áttu að hafa dáið eftir að sprengt var hann í fótboltaleiknum. Saksóknari, saksóknari bara mættur með niðurstöðu. Alltaf 5 byssukallar drepnir. Bara alla París. Frakkland lýsir yfir neyðarástandi. Og þið áttu ykkur á þessi 100 eitthvað manna tala, hún á eftir að lækka, hún á eftir að breytast og þróast í alla nótt. Já, þú verður að búa, þetta er ekkert í samhengi við raunveruleikann, sko. Ég veit það ekki. Mér finnst einhvern veginn vanta svona raunveruleikann í þessa sögu. Ég skal alveg viðurkenna það, ég er alveg hyper tortrygginn
og allt það. Reyndar er ég að leika reyndar ég er að leika samsæringinn, skiljiði. Þannig ég er að leita að þessum myndum af einhverju sem er grunsamlegt, sko, og dularfullt, ég skal alveg viðurkenna það. Og þið þurfið að átta ykkur á því að ég er alveg á þeirri línu, sko. Sjáðu ennþá er fólk að labba hérna með einhver lök og svona hitateppi, sjáðu hérna. Þetta er sama gatan, sjáðu. Sjáðu. Af hverju er þetta fólk ekki löngu komið heim til sín á spítala eftir 5 klukkutíma? Af hverju eru þau ennþá sprangandi borgina? Það er það sem að kræsisaktar eru að gera. Þeir þurfa nefnilega að vera í vinnunni lengi að labba svona í hringi, sko. Þetta er eitt einkenni sem við þekkjum frá því áður, sko. Og þetta er alveg eðlileg spurning. Af hverju eru þið ennþá að spranga hér með lök og hita alumíníum teppi eitthvað? Hvað er það? Hvað er allir þessi bílar og dót að gera hérna? Það er annað sem þeir gera alltaf. Þeir parkera svoleiðis trilljón bílum, sita allt í umferðarteppi og vitleysu, sko. Veitu af hverju er það? Hvað er þessi bílar að gera hérna? Eftir hverju eru að bíða? Hvað er í gangi, þú veist? Er ekki bara, þú veist, þetta er bara eins og sko, ég hef nú séð svona slys á þjóðvegum til dæmis. Og þá eru þeir ekkert að parkera þar tímunum saman og stoppa alla umferð og sitja allt í vitleysu. Þú veist, þeir bara koma, vinna sitt verk og svo fara þeir. Þannig er þetta gert. En þessi tegund af aðgerðum er alltaf þannig að þeir eru bara tímunum saman eitthvað að dunda sér og bara, þú veist, eru bara ekkert í neinu svona einhverju samhengi, sko. Sjáðu, það er engin ummerki sprengjuna neins staðar. Hvar sprakk þessi sprengja? Ef að hér eru svona hættulegir hryðjuverkamenn, af hverju er þetta fólk að sturmast hérna? Veistu, myndirðu ekki hlaupa í burtu eitthvað? Já, þetta lítur nú eitthvað spooky-lega út. Heyrðu, ef einhver vill koma hérna inn og spjalla þá komdu á, ég skal sitja hérna í, já, ef þið viljið spjalla þá komið inn á, hvar segir að þetta átt að springa fyrir utan leikvanginn. Sýndu mér link í það. Hérna, ef þið viljið spjalla þá komið þið á Facebookina mína og ég skal senda ykkur linkin í spjallið ef þið viljið koma með eitthvað inn í það. Og hérna, það var eitthvað deil, eitthvað hérna á hann. Já, það er hérna rokkhljómsveitin sem átti að vera á þessum tónleikum. Þar er aftur hérna, lingóið hjá þessum satanistum. Já, ég tilkynnt það hérna sem sagt fyrir nótt að ég ætlaði að fara að sofa. Það var sem sagt ekkert úr því. Já, þessar sögur meika nefnilega ekkert sens. Þetta eru svona svolítið nýju fötin keisarans, sko. Að, þú veist, fólk horfir einhvern veginn á þetta og svo bara, já, þú veist. Og það þarf einhver að segja þeim, sko, það þarf einhver að segja fólki þetta er ekki að stemma, sko.
og þá einhvern veginn, já, þetta nú kannski rétt, sko. En hérna er hljómsveit frá Kaliforníu sem að enginn hefur heyrt áður. Eagles of Death Metal er nafnið á hljómsveitinni, sko. Það var á þessum tónleikum sem að allt átti að hafa gerst. Þið vitið að eins og Óli Demegard hefur bent á, og þá hérna í Noregi og víðar, þá elska þeir svona vinnupalla með plasti á utan. Og hérna er síðan þeirra. Það er alltaf svolítið mikil logistik í þessu. Ég sá það myndunum áðan líka, þá var hérna að þar var fullt af þetta átti að vera heimasíða þeirra. Hverju fer ég hérna? Ég fór hérna á þessa síðu hérna, var það ekki? Nú, hún er rátað inn á Facebookinu. Já, það er eitthvað nýtt. Hérna er túrinn þeirra. Kannski hann hefði átt að vera Reykjavík í síðustu viku, ég veit það ekki hvernig það var. Ja. Síðan þeirra virkar ekki. Hún rátar bara hingað á Facebookinu. Já, ok. Þessi hljómsveit á að hafa verið til frá því 1998. 2004. Já. 2009, bíddu, hvað? Já, Íslendingur þetta snæðingi rétt hjá, sjálfsögðu. Það er einhver í öllum löndum sem er að vinna fyrir NATO og góð, sko. Við vitum allt það. Touring France. Eagles of Death. Ég hef aldrei nokkuð tímann heyrt þessa hljómsveit. En hvað veit ég? CIA er nú ekki lengi að reka upp einhver hljómsveit svo sem. Sjáðu hérna strætóarnir, já. Sjáðu hérna. Í öllum svona aðgerðum þá eru svona strætóar. Alltaf svona strætóar. Þetta er eitt einkennið á fölskum fánum aðgerðum. Já, hver er spurningin, Ólafur? NATO, hvað það þýðir eða? Guðjón kallaði það sí á NATO. Nú þarf það að hlusta á nokkra árganga af djúpköfun til þess að skilja málið okkar. Við tölum í dulmáli, sko. Við erum ekkert að tala svona venjulegt mál eins og annað fólk. 2-0 fyrir Frakklandi, já. Kláruðu leikinn, þurfti ekki að stoppa leikinn í miðjum klíðum.
Já. Hvað er þetta fólk að gera? Hvað er málið? Er þeir á yfirvinnulaunum? Hvað er málið? Leikurinn var kláraður? Er þetta ekki að grínast í mér? Come on. Leikurinn var kláraður? Hvað gerðu þið? Sópuðu þeir bara líkunum undir teppi og héldu svo áfram að spila? Ha? Nei, come on. Leikurinn var kláraður, já. Það er nefnilega það, já. Já, forsetinn var á leiknum og flutti sá forsetinn þá ekki hvernig var það? Já, the show must go on. Hvað eru þetta eiginlega margir strætisvagnar þarna með stefnuljósin? Þeir eru alveg hérna lengst hérna inn, sjáðu. Munið þarna ég hef deilt vídeóinu með Óli Dæmigard, þannig með atburðinn í Noregi. Það var fólk sko svona átti að vera með blóð á hausnum og spýtu inn í heilabúið og átti að vera svona alls konar fólk með rosalega mikla skaða sko. Svo voru sjúkrabílar parkerandi út allt sko. Og og svo labbaði hann hring eftir hring með sko blóðið og er að laga svona hárið á sér að það lendi ekki í blóðinu og já, strax komin á forsíður, sjáðu. Og svo er fullt af sjúkrabílum og sjúkrastarfsfólki og sjúkrafólki náttúrulega hefur ekki að sitja á börur og fara með í sjúkrabíl. Nei, bíddu aðeins, ég er í símanum eða ég er að bíða eftir þessum eða eitthvað. Og svo bara strætó. Svo fer allt þetta liðið í strætó, sko. Bandaríkin mótmæla hræðilegum árásum eða hvað er þetta, ógeðslegum árásum í París. Massakörinn París, come on. Þetta er bara eitthvað leiksýning, sko. Það ekki, hvað haldið þið? Hvaða metar er að slá, Stebbi? Já, 24. Ertu að segja að ég þurfi að fara að segja eitthvað að vitið það? Nei, terrorinn París. Terrorinn París. Þú veist, þetta er falskur fáni. Come on. Þið hljótuðu öll 24 að vera sammála mér um það. 40, voru ekki 100 og eitthvað? Byrju, voru þetta ekki 100 innan rétt á hann? Eða 100 hostage? Hvað er málið? Já, það verður náttúrulega að búa til einhverjar fréttir fyrir fólk. Halda því hræddu. Lamað af ótta. Hvað er í gangi hérna? Þetta ráðstefna fávitana? Protection Civil Communication. Landsbjörg hérna. Já, hæ, það var að vera að drepa fullt af fólki. Já, hæ, ekki góðu skapi bara. Hvað er að gera strákar? Hvert að fara fyrir? Hvert þú að fara?
Hvert ert þú að fara? Með vélbyssur og svarta grímu fyrir andlitinu? Og hérna eru einhverjir jakkafatagaurar. 120 drepnir í leikhúsinu. Bíddu, blöðin voru að segja að 40 drepnir. Og hérna segir 120. Þeir eru kannski ekki búnir að telja fyrst þetta lið liggur undir lögunum bara tímunum saman. Ekki búist við að þetta fólk hérna kunni að telja í meira en 10. Já. Hvert að lið að fara? Hvert ert þú að fara, vinur? Þessi var nú að fara upp áðan og niður og upp og hérna og veist hvað er málið? Já, ef að gera við þakið eitthvað. Já, svo er hérna loftslagsráðstefnan á að vera þarna og G20 fundurinn á að vera í París líka. Og veist, þetta lið er algjörlega búið að tapa glórunni, sko. Reyndar ætlar það, sko, planið er að þess vegna þeir hafa engar áhyggjur af stjórnarskrá Íslands lengur af því að það verður skrifað undir svona TPP og það verður skrifað undir samninga þarna á loftslagsráðstefnu. Og þá verður í raun Alþingi og stjórnarskráin og allt það verður bara ónýtt sem það reyndar er, sko. Það er náttúrulega blekking. En síðan verður bara NATO og Sameinuðu þjóðirnar munu framfylgja þessum loftslags samningum og því verður framfylgt þannig að ef þú sem Íslendingur ætlar til dæmis bara að veiða fisk í matinn þá verður þú bara skotin að færi af einhverjum hermanni Sameinuðu þjóðanna eða NATO. Og ef þú ætlar eitthvað að fara að draga djúpt andan oft á dag þá bara settu plastpoki yfir hausinn á þér, ekkert svona. Og síðan eru svona atburðir keyrðir í gegn aftur og aftur til þess að halda ykkur fávitunum algjörlega patrifæta hrættum, sko, bara úlfurinn er að koma og taka mig, ég hjálpa mér, ég þori ekki, nei, ekki segja prinsinn, keisarinn sé allsber, ekki segja svona, 11 dauðir núna, heyrðu, hvað er það með tölunar? Come on. 2 sjálfsmorð, já, sjáðu þetta lið hérna, bíddu, hvað er þetta, eitthvað vírusárás eða eiturefnaárás? Af hverju þarftu svona? Hvað er það? Af hverju þurfa þá ekki allir hinir svona grímu fyrir andlitið? Hvað er með alla þessa strætóa hérna? Gíslar voru teknir, já, einmitt. 120 dauðir, já. Bíddu, af hverju er verið að handtaka þetta fólk? Hvað er þetta? Sjáðu, bíddu, hvað er þetta? Þeir eru að handtaka gíslana? Nei, come on, er einhver að trúa þessari vitleysu? Það er verið að handtaka gíslana? Vitni sáust hafa séð lík, eða hvað er að kalla, já, lík held ég. En ekkert blóð á þeim sem að sjást þarna út á götu. Já, það er alltaf þessi fávitar eru skjótandi allt þessir lögreglufávitar. Hérna eru 5 byssumenn allt drepnir.
Kannski hryðjuverkamenn, bíddu, þetta er ekki bíó. Bíddu, hvað er bara verið partí hérna alla nóttina? Já. Jæja, þeir eru greinilega að hlusta. Þeir eru búin að reka þess að fá þetta heim hérna. Engin meiri yfirvinna í þessu leikhúsi. Já. En ég endurtek aftur, þetta eru bara mínar skoðanir, sem veist allar rangar og passa ekkert við eitt eða neitt. Þá er það bara þannig. Já, það er einmitt fyrstu fréttir sem að segja mest, Stebbi, af því þá er ekki búið að hagræða sannleikanum eins mikið. En hvað er þetta fólk að gera hérna, skilurðu? Hvað ert þú að gera, vinur? Af hverju ferðu ekki bara heim? Jæja, ókei, sjáðu, menn eru að hlusta á mig. Af hverju þarftu að vera með svona? Hvað er það? Hringja eitthvað? Það er annað einkenni á svona atburðum, að fólk er hángsandi sem að hefur í raun ekkert erindi, sko. Út á götu, það hangsa fyrir framan, sko, myndavélarnar. Já, svo var eitthvað sem sagði áðan í fréttunum að einhverjir hefðu heyrt kalla Aka Albar, þannig að hvað það heitir. Að nei, alveg krakkar, þetta er falskur fáni. Þetta er ekki alveg að gera sig, sko. Þetta er ekki alveg að gera sig, sko. Veitu, af hverju er þetta fólk, annaðhvort ert að vinna, sækja einhvern sjúkan eða dauðan, eða þú ert bara heima hjá þér, eða þarna í vinnunni þinni. Veitu, af hverju er þetta hangs hérna? Hvað er það? Já, en ég sé að það eru einhverjir nýjar hlustendur sem heyrðu ekki þarna upphafi hjá mér. Ég ætla bara að renna ganni hérna yfir myndaseríuna. Bara svona ganni. Já, hvort er kona, Stebbi? Stefán, hvort eru kartöflur karl eða kona? Var þetta inside job eða voru þetta geimverur? Þú veist hvað. Já, ok. Ég ætla ekki að tjá mig þetta. Allir fara í strætó. Til hvers eru þeir að kalla út alla sjúkrabílana þegar allir fara í strætó? Hérna er nú blóð. Það er nýtt. Þó að þessi maður sé ekki særður, þá skil ég ekki af hverju hann er með blóð. Jæja. Bíddu nú við. Oldest. Ég er oldest. Já. Bloggarnir eru að vakna. Já, það verður að fara að setja herlög væntanlega.
Ég var að taka alla myndina mína? Nei. Já, ég að spila þetta vídeo aftur hérna. Muni það sem gerist inni, sjáðu. Ég veit ekki, þið horfið á þetta fólk og horfið síðan á það sem crisis aktorar er að vinna og þið hlustið á hljóðið hérna, þá er þetta mjög crisis aktorlegt. Og hérna Já, sjáðu hérna. Eins og ég hafi séð á öllum og á vídeóunum hérna, sjáðu, það er allt bíddu nú við. Já, hérna sjáið þið einmitt vídeóið. Hvar eru ummerkin sprengjuna? Það er engin sprenging hérna, rólegur Clay, þetta er bara tekur sinn tíma. Að hérna, það er engin ummerki sprengjuna þarna á fótboltavellinum. Og þeir héldu áfram bara og kláruðu leikinn. Þeir voru ekkert stressaðir en það. Ok, hérna, sjá, það er allt fullt af sjúkrabílum og hjúkrunarliði. Ef þessi kona hérna er í einhverju slæmum málum, þá þarf að sitja hann á sjúkrabörur. Og hvað er þetta lag? Hvað er þetta lag? Hún er ekki dauð. Það er að burðast með henni burt eins og kartöflubúka, sjá þið. Þetta er ekki eðlilegar vinnuaðgerðir. Og svo er þessi gaur hérna. Hvað er í gangi hérna? Er hann særður eða ekki særður? Af hverju er hann nakinn? Hvað er það? Hvað gerðist með það? Hvaða lið er þetta? Þetta var ekki fullt af læknaliði þarna, sjúkraliði. Og hérna sjáðu þið þessa mynd hér. Hérna er sem sagt svona búið að breiða yfir eitthvað sem á að vera látinn, sjáðu þið. Og hérna svo athuguðu það að eftir svona atburð þá hverfa þessar myndir. Já, hérna sjáðu, hérna er komið eitthvað svona læknalið. Virðist vera undirbúið sig undir uppskurð, sko. Hvað ætla þau að gera? Af hverju eru þau með svona grímu fyrir andlitinu? Og af hverju voru þau þá ekki að hugsa hina konuna? Ef það eru mættir hérna læknar, af hverju voru þeir þá ekki að hugsa þessa konu hérna? Og þennan berrasaðastrák hérna, af hverju eru þeir ekki að vinna hér? Hvað er það? Ef það er eitthvað svona særður eða illa, þá er læknir náttúrulega hefur forganga væntanlega. Hérna sjáum við aftur þetta götuhorn hana. Sjáðu, hérna er hendin á einhverjum. Hérna er bara einhver að labba og hérna er bara einhver að vesenast, sjáðu, enginn að störma yfir þessu hérna. Enginn að pæla í því, sko. Og sjáðu, ekkert einasti blóðdropi á neinu. Ég reyki ekki, Clay. Það varst ekki þú sem sagði. Hver sagði reykja? Kartafla, já. Ég reyki ekki, þannig að það er eitthvað misskilningur hjá þér. Við sjáðu hérna. Það er fólk bara labbandi hérna út allt. Og hérna sjáðu það er engin borðar hérna í kring. Sjáðu það er borðar svona alls konar á furðulegum stöðum, sko. Og þá girða þeir af. Hérna á sem þetta liggja látið fólk. Og þeir eru ekkert að girða það neitt af. En þeir girtu þarna yfir hérna þeir girtu yfir miðja götu, sko, og lokuðu inn í sjúkrabíla. Já, verða að hægja á internetinu hjá mér, sjáðu. Já, segi ykkur hvað ég held að hafi gerst þarna. Að þetta er falskur fáni. Og markmiðið með falska fánanum er að loka landamærum Frakklands
og og, og setja herlög í landinu. Ég er ekki bara að horfa á eina ljósmynd. Ég er að horfa á söguna sem verið er að segja mér. Jú, þeir voru að segja það í fréttunum áðan sem að ekki ljúga fréttirnar, eða það? Eruð þið að segja ljúga? Ah. Þeir sem bera ábyrgð á þessu eru NATO og Co. og Sameinuðu þjóðirnar og, þetta sem að kallað er New World Order. Þeir eru með, svo sjúkar hugmyndir heimsmálin og þetta lið er algjörlega sturlað, sko. Og það hefur komist upp með þessa fölsku fána í gegnum árin. Víetnamstríðið byrjaði með fölskum fána. Pearl Harbor var falskur fáni. Og og fleira og Víetnamstríðið var startað með fölskum fána, já, sagði ég þá áðan. Þetta er bara tól sem hefur verið notað í gegnum árin. Og þessi veldi, NATO og Co. eru einfaldlega að beita þessum gömlu aðferðum, þessum fölsku fánum. Og núna, það er ástæðan fyrir líka, sjáðu hérna, þetta á að vera, hérna á að vera bara þvílíkt massakr á, það er ekki einn, sjáðu. Hérna eru geimverurnar sem við vorum að tala um, sjáðu. Það eru hérna, vafrandum í París. Ok, hérna er komin aftur síðan. Já, það er líka búið að stoppa flug frá Bandaríkjunum. Það er og já, ok, höldum áfram, hérna er aftur að bera já. Svo sjáðu hérna, þetta eru kannski stóru fréttirnar, að það eru hermenn á götum Parísar. Það styttist í það núna að fréttum herlög. Og á sama tíma þá eru, sko, sjáðu, það er engin ummerki eftir sprengjuna neins staðar. Hvar sprakk þessi sprengja? Einhver var að segja hérna áðan hún hefði sprungið einhvers staðar fyrir utan. Og af hverju kláruðu þeir leikinn eftir þennan atburð? Hvað er það? Hérna liggur einhver undir lagi. Þetta eru einhverjir sem eru greinilega eitthvað tilfinningalega tengdir. Hérna eru hermennir okkar. Hérna er, sjáðu þið. Hérna er sama myndin. Nei, af hverju kláruðu þeir leikinn? Segðu mér það. Svo sé ekki 100.000 manns í kaos, come on. Ekki vera með svona vitleysu hérna. Farðu bara á RÚV eða eitthvað. Þú átt ekki heima hérna. En allavega þá er þetta víðaraskot frá myndinni sem við sáum áðan. Hérna liggur einhver látin undir lagi og þetta fólk er mjög tilfinningalega tengt. Og hérna er þessi bara eitthvað að vinna á skrifstofunni, sjáðu. Já, hérna. Hvað er pöntum komin? Hvað er í gangi hérna? Bara fólk að tala saman. Já, hvað er í gangi? Já. Finnst ykkur þetta eðlilegt ástand, skilurðu? Er þetta bara eðlilegt? Já, ég er bara að skrifa eitthvað hérna. Bara eitthvað vesen eftir og svona. Hérna er við ennþá á horninu. Sjá, það er alltaf nýtt og nýtt crew. Þetta er á 3. eða 4. crewið. Bara já, hérna, já mamma, já, ég er hérna í vinnunni. Nei, ég verið aðeins svo seinni í matinn.
Já, bara rosa vesen hérna á horninu hjá okkur. Já, hvað segirðu? Hvað eigum við að já, er það svoleiðis, já. Og bíddu, hérna liggur alltaf fólkið. Hérna og hérna og hérna og hérna. Ha, ekkert í gangi hérna. Farið þið bara aftur að sofa. Ekki vera að láta mig halda fyrir ykkur vöku. Ekki láta mig halda fyrir ykkur vöku. Hérna er bara skrifstofa. Bara komið eitthvað annað lið. Já, ok. Þetta er kannski allt bara eðlilegt. Ég veit það ekki. Ég kann ekkert í þessu. Og hérna, já. Þetta lítur sem sagt svona út. Hvaða gaurur að fíflast, Clay? Stebbi minn, ertu svona mikill kjáni og sérð ekki hvað karteflan er? Karteflan er kona. Þú sérð það bara á því hvernig hún skrifar. Ekki vera svona auðli, Karli minn. Ok, hérna kemur, sjáðu, gunmen opened fire. 11 dauðir og særðir. 2 sjálfsmorðs bombarar. 3 staðfestir látnir. Já, betur, hvað er þessi gaur að gera? Við erum einhverja svona uppskurðagrímu og hérna eru bílarnir í löngri röð. Ekki svona viðkvæmastari. Gíslar voru teknir. 120 dánir. Fréttir af 120 dánum. 2 byssumenn drepnir af öryggis þessum hérna morðingjum hérna sem hlaupandi allt núna. Hérna er verið að handtaka gíslana, sjáðu. Ég held að flestir sjá nú bara færa að þetta er ekki hryðjuverkalega útlítandi fólk. Skotið á veitingastað. Vitni segjast hafa séð lík á strætinu. Þannig að götun sem var í sýningur, sko. Nú er alltaf 5 byssumenn drepnir. State of emergency declared. Það er semst neyðarástandi lýst. Þetta er svona, hérna er hermenn, sjáðu. Hermenn mættir alveg út allt. Landamærum lokað. Sko, það eru tugir þúsunda hermanna sem streyma inn í París núna. Ef ekki 100.000. Kemur þessi jólasveinn með jólaguðspjallið fyrir ykkur. Sameinuðu þrjótarnir eru The New World Order. Eða allavega dótturfyrirtæki þeirra. Já, ég er nú ekkert í kallinum. Heyrið þið í honum? Nei, þið heyrið ekki, ég er mjúta líka. Já, þið vitið að hluti af heilaþvottastarfsemi er endurtekning og mind control er framkvæmt með endurtekningu. Þannig að sjá að hérna er bara aftur og aftur verið að sýna sömu myndirnar aftur og aftur og aftur og aftur. Ef þú segir sömu lýra nógu oft, þá verður hún að sannleika. En ég spyr, hvað er þetta fólk að gera hérna? Akkur ert þú hérna? Veitu, hvað ert þú að gera? Hvert er þetta að fara? Það er bara í síman. Hvað er þetta lið að gera hérna? Veist, hlaupandi upp hann yfir stigann. Er ekkert að gera fyrir ykkur? Veist, var ekki eitthvað bara svakalegur atburður í gangi? Nei, bara, já, hvað segirðu, er að koma kaffi eða? Hvað er í gangi? Hvenær er kaffi? Já, verða kleinur núna eða kleinur engir?
Hvenær ha? Já, er að koma kaffi núna? Já, mér er rosa kalt, sjáðu. Hvað eru þessir aumingjar að gera hérna? Af hverju farið þið ekki að vinna eitthvað? Var ekki þarna götuhorn alveg bara staflað af líkum áðan undir laki? Af hverju farið þið ekki að sinna því fólki? Var ekki fólk þarna sem var verið að hlaupa með fram og til baka stórsært? Af hverju eruð þið ekki þar? Hvað eruð þið að gera hérna? Ert undir áhrifum áfengis. Ég gerði grein fyrir því sem ég er að drekka hérna áðan, ég skal bara gera það aftur. Hérna, ég er sem sagt að drekka 2,8% pilsner af því að það er heilbrigðasti drykkurinn sem ég finn í stórmarkaðinu hjá okkur. Og svo er ég að drekka hérna hóstasaft. Sem er reyndar eitthvað aðeins sterkara en 2,8%. Fólk er í viðbragðsstöðu með hvað? Atburðurinn er liðinn. Það er búið. Það er ekkert atburður í gangi lengur. Það er það sem maður sko veltur að hérna þú veist að ég hef nú keyrt fram á nokkur umferðarslys og þá koma þessi rescue vinnumenn, þetta sama lið og maður er að horfa á hérna bara hangsa sko. Þeir mæta á staðinn og þeir vinna mjög skilverklega og svo fara þeir eins fljótt og þeir geta. En einmitt í svona sýningum þá hangir fólk í lón og dón og labbandi hringi og bara bla 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 bla, veist, það er ekki eðlileg vinnubrögð hjá þessu fólki. Og það er það sem ég er að gagnrýna. Að þetta er ekki, lítur ekki út eins og eðlileg vinnubrögð. Já, ég veit að þetta er verið að sýna sama draslið aftur og aftur, áttam á því. Hann fattar það ekki. Hvað er hérna franskar kartöflur að koma hérna og rífa kjaft? Þetta ekki bara var aftur til Frakklands. En hérna, ég veit ekki, svo getur vel verið að ég hafi bara ofboðslega rangt fyrir mér. Þá þykir mér það alveg svakalega leiðilegt. En ég get í raun ekki tjáð mig neitt nema það sem ég sé. Hvað er þetta fólk að gera hér? Voru ekki einhverjir sjúkrastarfsmenn þarna? Bíddu nú við. Hérna er fólk eitt á gangi og hérna er allt þetta lið hérna bara að labba í hringi. Af hverju er þetta fólk ekki að hjálpa þessu fólki hér? Hvað er það? Okay. Hvað? Ég skil þetta ekki. Boots on the ground. Boots on the ground. Þetta er military dæmi. ISIS, come on. ISIS er dótturfyrirtæki NATO, come on, ekki vera með svona kjánaskap hérna. Bíddu, standa hér og vera að bíða eftir strætó. Bíddu, þetta er eitthvað svona sjúkralið ekki hérna. Af hverju eru þeir ekki að hjálpa þessu fólki hérna? Nei, þetta fólk er bara að bíða eftir strætó. Er strætó að koma? Hvenær kemur strætó? Já.
Þetta er reyndar eina skiptið sem ég sé einhvern með einhverja blóðdropa. Ég átta mig ekki alveg á því hvaðan þetta blóð er að koma. Þetta er eina blóðið sem ég séð. Ókei. Ég meina það getur vel verið að fólk sé allt saman steindautt eða sé búið að drepa þarna 100 og 200 manns sko. Ég er ekkert að ég veit það ekki. Já. Þetta er nú bara eins og það er. Bíddu við, það er eitthvað meira hérna hjá Spútnikum. Heyrðu, hérna er að spila eitthvað hljóð hérna. Það er þú. Það verður ótrúlegt að sjá eftirspunan úr þessu. Það er svo mikið hérna í þessari sögu sem stemmir ekki. Ég er ekki alveg að sjá það fyrir mér hvernig er alltaf að snúa sig út úr þessari villu. Fólki liggur hérna ennþá dautt, sjáðu. Hérna, sjáðu. Ég held að þessi mynd af mér í CIA, ég er svona uppáhalds fuglið þeirra. Eins og ég hef alltaf sagt sko, baráttan er ekkert við fólk að holda blóði, heldur andavera og alls konar í himingeimnum. Þið vitið það eða ekki? Ég veit lengur fólki neitt illt. En sjáðu hérna, það er bara hermenn á götum Parísar. Voru þetta pirraður út í þessa kartöflustemmi? Hvað er það? Hvað var hann að... Ég nenni ekki, það var svona eitthvað vesen, það nenni ég ekki. Hérna sjáðu þið. Nei, byrju við. Ok. Greinilega grafík sem var tilbúin. Ok. En hvernig er kaffið þarna hjá okkur á CIA? Hvernig, þið með eitthvað almennilegt kaffi? Já, ok. Hvað var að gerast hér? Hvað er þetta? Skrítið. Já, hérna er enn einn með skrifstofu. Þetta er annar, muni það var annar gaur með skrifstofuaðstöðu en áður. Nú er kominn annar gaur hérna, bara á skrifstofunni. Já, þau voru búin að panta hérna kaffi. Hvenær kemur kaffi? Byrju, hvað er þetta? Bíddu við. Þetta er hendi, sjáðu. Bíddu nú við, kallinn minn. Hvað er í gangi hérna, sko? What's up with that? Hvað er fólki að koma að djamminu? Það mætir hérna fullt af liði bara með kjaft, sko. Save image as. Já, ég er búinn að seifa fullt af myndum. Þannig ég á eitthvað efni á morgun. Já, þetta getur gerst á Íslandi. Þeir voru byrjaðir að leggja í ebólu dæmi á Íslandi. Og reyndar í Noregi líka, en þeir klúruðu því. Og hérna, það bara nennir þetta, þessi leikhópur nennir ekki að fara upp á Ísland. Kuldinn bjargar okkur alltaf og rigningin og rokið. En þetta getur gerst á Íslandi, já. Það er svo sem engin ástæða fyrir því að allir Íslendingar að flytja til Evrópu og hérna útlendingar yfirtaka landið. Í alvörunni, finnst ykkur þetta eðlileg mynd hérna? Hvað er
að gerast hér? Af hverju er hann að lyfta þessu? Af hverju situr þessi maður hér í síman? Hvað er þetta? Svaróti í París. Munið áðan, þá var hérna já. Sjáðu. Jihads. Akbar, eða hvað ég kalla þetta, eða hvað ég segja. Sjáðu hérna. Ég kann ekki þessi mál, þetta mál sem þeir tala. Já, þetta er falskur fáni, absolutt. Sprengja við stjórnmálaráð. Come on, sprengja. Var ekki bara eitthvað sem prumpaði þar? Það er eitthvað með eldspýtu að kveikja sér í sígarettu á sama tíma. Það er eitthvað svoleiðis bara. Bíddu nú við. Ég sem ætlaði að vera, já, Alúa Akbar, sagt hann, já, ok. Sjáðu, hlustendur eru vel vakandi. Hvað er enginn 8 tími á ykkur? Hvernig er það? Ok, hérna, ok. Allt að gerast á þessu horni, sjáðu. Svo flott fótó. Hérna, wow, hvað er í gangi hér? En þá á horninu. Hérna. Sjáðu hérna. Af hverju er ekki girt svæði þar? Ég skil ekkert í því. False alien invasion, já, þeir voru að senda ykkur í Kaliforníu núna, það ekki ykkur svona skeyti. Þeir munu reyna að sviðsetja það líka, já. Og þeir munu reyna hérna að sviðsetja, skal ég segja þeir munu reyna að sviðsetja svona stjörnuhrap eða svona loftsteina, og þeir munu starta tsunami og alls konar jarðskjálftum og fleira slíkt, og svo nota þeir harp tækni til þess að búa til sinkholes. Það er allt í gangi, sko. Komin ykkur Greta hérna í kommentarana. Bara get a room. Ok, sjáðu hérna. Hérna er eitt gengi bara á skrifstofunni. Hérna liggja líkin. Sjáðu. Hérna er hendi. Hérna er eitt gengi. Hérna er annað gengi. Hérna er svona þriðja gengið. Alltaf liggja líkin bara. Kartaflan er ladyboy. Og sjáu þið hvað er ég búin að rausa við ykkur lengi. Sjáu hvað ég er drikkfeldur. Ég er ekki einu sinni búið með hálft staup. En hérna það er einhver hérna kartafla mætt upp á dekk, blindfull eða eitthvað. En hérna, já, er þetta ekki bara Sky News? Sky News. Ég gleymdi að hafa live feedið í gangi.
þeir sprengja kjarnorkusprengju á hérna, völdum stöðum þannig að hrynja svona bakkar eins og svona neðanjarðar undir sjávarbotni. Já, hann var að spyrja hvernig þeir starta tsunami. Þeir starta skriðum á sjávarbotni sem að, já, sjáðu þessi er þreyttur líka, ég skil þig. Þeir starta þeir starta með sprengjum neðanjarðar, þannig að þeir starta svona skriðum sem að ýtir vatni og myndar þannig tsunami. HAARP-tæknin virkar þannig að það eru sendar lágtíðni bylgjur upp í himinhvolfið eða þeim er speglað úr himinhvolfinu og þeir eru svolítið með erfiðleikum með að stýra því, sko. En þá er þar sem að harpið er beint gegn, þar er lágtíðni konstant á því svæði og það getur orsakað það að þjappast svona grúsin niður, sáldrar niður grúsin eða sandinum eða efninu og svo endar það með sinkhólu sem að hrynur. Ég hef aldrei ég er alltaf svo gamall að áður fyrir var aldrei talað svona sinkhól, þetta er eitthvað nýtt fyrirbrigði. Vil ég fá flóttafólk til landsins? Ég er ekki á móti neinu fólki, en ég vil að NATO og Sameinuðu þjóðirnar hætti að sprengja heimkynni þessa fólks í tætlur. Og ég vil að það fólk sem hefur verið að stunda það undanfarin 100 ár fari í fangelsi ævilangt. Þeir hverjir? Þeir eru þetta New World Order dæmi. Þetta er stórhættuleg sértrúarhreyfing sem heldur til mikið í Sameinuðu þjóðunum og NATO og er þar á svona trúarsamkomum. Þeir trúa alls konar hlutum eins og að það sem kemur út af pústrurinn hjá þér sem að blómin elska og trén elska er matur trjánna og blómana. Þeir trúa því að það muni rústa jörðinni. Hver er munurinn á HAARP og EPM? EMP er árás á rafkerfi og tölvukerfi. Það er rafsegulbylgju árás. Og það ekki, EMP. Það er reyndar er líka þetta sem er að spreyja, þetta chemtrails, þeir geta líka sjá þess að fíbara sem hafa verið að koma. Já, electromagnetic pulse, já, einmitt. Það er ekki það sama á HAARP, sko. HAARP er annað mál. HAARP er sem sagt bylgju, bara á risastóra bylgju sendar og þeir geta líka með HAARPinu haft áhrif á lofthjúpinn. Sjáðu þetta lið hérna. Sjáðu hvernig komið fram með þetta fólk hérna. Já, komna viðurfréttir, þetta er bara búið. Já, ég var að segja ykkur það líka áðan að með þetta merki NATO, ef þið takið þetta hérna og klippið það upp, þá getur þið búið til fullkomið þríhyrning eða píramída. Þetta er píramídin frá faraósku píramídi og svona þegar maður er farin að geta lesa hjá þessu liði, þá er NATO varnarbandalag. NATO er varnarbandalag sem snýst að verja Vesturlönd. OTAN er hins vegar árásarbandalag.
og það er það sem er að skapa öll þessi vandræði. OTAN er stríðsglæpabandalag og það er svona sem þeir blekkja alla og allt og alla. Þetta eru bara algjör lygahaugar, sko. Og OTAN er þessi árásarhluti. En hérna er einhver á fréttavaktinni hjá NATO. Þetta kom bara eiginlega strax. Þetta er búið að vera töluverðan tíma uppi, sko. Þannig eitthvað var að bíða þarna á fréttastofu NATO. Og svo munið að var hérna þessi haugur hérna sem hefur verið að vinna hjá NATO og Sameinuðu þjóðunum og var í Bosníustríðinu að drepa fólk þar. Tjá skoðanir sínar. Þetta fólk eru bara svona stefnulausir og ofbeldishaugar. Þetta fólk er sálarlaust fólk og lifir og hrærist í því að beita ofbeldi. En ég held að ég hafi látið þessari leiksýningu. Hvað er vitleysa, Kristinn? Hvaða vitleysa er þetta? Hvað er þetta að meina? Þarna, já. Það er sem sagt kominn háttatími hjá mér og ég held að þetta sé ekki alveg eins og okkur er sagt, þessir atburðir hann í París. Það er bara mín skoðun og endilega afsannið þá skoðun mína ef þið getið. Og ég náttúrulega hef ekkert að nema það sem ég sé á þessum fjölmiðlum. Ég hef ekkert komið þarna neitt, sko. Og ég meina, ég er óbærslega lítið inn á þessu persónulegu skítkasti, sko. Ég er óbærslega ánægður þegar fólk segir, sjáðu, þetta kemur einhver aðra kenningu það sem ég er að benda á. Það finnst mér óbærslega gaman. Og þá stundum skipti ég skoðun. Það bara, já, heyrðu, það sem þú segir er nú sannlega réttara og þá breyti ég minni skoðun alveg. Og ef að ég er komin mikið út í vill og svima þá biðst ég jafnvel afsökunar og því hafa rangt fyrir mér. En ég held að ég þurfi ekki að gera það með þennan atburð. Hann er svo gegnsær. Og þið áttu ykkur á því að ég er búin að vera náttúrulega mörg ár að rýna í svona hluti. Og maður verður svona fljótar að sjá í gegnum. Veist, maður sér líka handbragðið, sko. Þetta eru svona svipaðar scenaríur sem er að spila aftur og aftur. Og svo er alltaf náttúrulega inn á milli fullt af raunverulegum atburðum og þá horfi ég líka á þá. Og svona, já, ok, það er cirka svona sem að raunverulegur atburður lítur út. Og tölum við mikil munur þar á milli, sko. Þínar kenningar eru samt mjög rangar. Já, hvað þá með þína kenningu, Ingimundur minn? Segðu mér hvað er. Svo ódýrt að segja bara að þú hefur rangt fyrir þér. Þú veist, þú þarft að koma með eitthvað eða rökstyðja eitthvað. Gerðu þína eigin YouTube-rás og deildi þín að mér. Þá það er óbærslega gott að líka góð samskipti að ef að fólk leggur fram sín eigin vídeó þá getur ég hort á þau og sé hvað þú veit að segja. En takk fyrir komuna og velkomin
til raunveruleikans, þar sem sannleikurinn er blekking. Og sálin er blekking. Ég á reyndar eftir að vinna með það konsept aðeins meira. Og og endilega ef ykkur langar rosalega að styrkja mig, þá megið þið það líka, sko. En ekki ef þið eigið enga peninga eða í basli. Þetta er fluga hérna frá linsunni. Þetta er CIA fluga. Við drepum ekki flugur hérna á heimilinu. Við drepum bara þær sem að stinga okkur. Ég átti langa rökræðu við son minn þetta. Af hverju við drepum ekki allar flugur. Þannig að hér eru nokkrar húsflugur sem að fá að spranga allt hús. En takk fyrir komin í kvöld. Þetta var svolítið skemmtilegt live. Töluvert af fólki mætti og mikið að gera í kommentunum. Og ég kannski tek upp þráðinn með þetta á morgun eða hinn eða einhvern tímann aftur. En mér sýnist þetta vera nokkuð ljóst. Þetta er sviðsettur falskur fáni. Og ef að ykkur hefur tapað lífinu, þá er það NATO og CO sem ber ábyrgð á því. Og Sameinuðu þjóðirnar. Takk fyrir komuna, verið sæl.